og velkomin á árshátíðar okkar. Í dag ætlum við að sýna leikrit Bakkabrauð. Leikstjórinn Sara Gísladóttir með aðstoð umsjónarkennara okkar. Við biðjum ykkur að slökkva á símum og hafa hemil á börnunum ykkar. Við vonum að þið skemmtið ykkur vel. Það má lægja. Góða skemmtun! Fyrir langa löngu bjó bóndi einn á bænum Bakka í Svarfaðardal. Hann átti 3 syni sem hétu Gísli, Eiríkur og Helgi. Voru þeir kallaðir Bakkabræður og voru víðfrægir fyrir alls konar heimsköpun og kjánaskap. Nú ætlum við krakkar í yngsta stigi segja nokkrar sögur af þessum skrýtnu og vitkulum bræðurum. Einu sinni reru þeir sjómenn föður sínum til að veiða fisk í sjóði og þeir höfðu fullan kúta misjum með sér. Æ, mér er svo illt í maganum, strákar mínir réttu minn á kútinu og hann drakk eitthvað. Gísli Eiríkur Helgi, faðir vor kallar kútin. Já, Gísli Eiríkur Helgi, faðir vor kallar kútin. Gísli Eiríkur Helgi, faðir kallar kútin. Á þessu stöguðust til lengi dags þangað til Karl féll dauður niður. Síðan er það haft sem máltæki að sá kalli kútin sem er að deyja. Gísli Eiríkur Helgi, við getum ekki borað hann heim, köllum á Brúnku. Já, Gísli Eiríkur Helgi, við getum ekki borað hann heim, köllum á Brúnku. Já, það má nú segja Gísli Eiríkur Helgi, við getum ekki borað hann heim, köllum á Brúnku. Brúnka! Brúnka! Hott, Brúnka mín, þú ratar heim með föður okkar. Já, hott, Brúnka mín, þú ratar heim með föður okkar. Já, það má nú segja Brúnka mín, þú ratar heim með föður okkar. Seint fundu þeir Brúnku, bergbakkaða og bandlausa í haugum sínum. Vissu þeir þá að hún hefði ratað heim, en ekki skýndist þeim neitt eftir því hvað hún hefði gert að karlinum. Gísli Eiríkur Helgi átti jörðina Bakka á leigu. Einu sinni sem oftar fóru þeir að greiða ekkjunni sem átti jörðina leigu. Gjörðu svo vel. Þakka ykkur fyrir, Gísli Eiríkur Helgi, og bjóð ykkur að gista hjá mér í nótt. Takk fyrir það, kona góð. Takk fyrir það, kona góð. Takk fyrir það, kona góð. Þegar þeir voru búnir að afhenda ekkjunni peningana, gistu þeir hjá henni um nóttina. Morguninn eftir héldu þeir heim á leið og áttu langa leið fyrir höndum. Gísli Eiríkur Helgi, þá man ég að við báðum ekki konuna að gefa okkur í guðsfriði. Já, Gísli Eiríkur Helgi, við báðum ekki konuna að gefa okkur í guðsfriði. Já, það má nú segja Gísli Eiríkur Helgi, við báðum ekki konuna að gefa okkur í guðsfriði.
Sælir. Þú gleymdir að gefa okkur í Guðsfriði. Já, það er satt. Farið í Guðsfrið. Blessuð. En þegar þið eru komnir á miðja leið myndu þeir annast því að þeir hafa gleymt að þakka ekkinu fyrir sig, að enginn skyldi fara að hlæja af þeim fyrir að kynningu manna sig. Snéru við og hittu ekkina og þökkuðu henni mestum veistum fyrir sig og fóru svo heim. Hvað heitir þetta dýr og til hvers er það haft? Hvað heitir þetta dýr og til hvers er það haft? Já, hvað heitir þetta dýr og til hvers er það haft? Þetta er köttur, hann drepur mýs og eyðir þeim úr húsum. Stórkostlegt. 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 Er hann til sölu? Er hann til sölu? Já, þetta er mjög dýrmætur köttur. Ég sel hann ekki á minna en 100.000 krónur. Gísli Eiríkur Helgi, köttinn verðum við að fá. Gísli Eiríkur Helgi, já, köttinn verðum við að fá. Einmitt, Gísli Eiríkur Helgi, köttinn verðum við að fá. Við kaupum hann. Við kaupum hann. Við kaupum hann. Takk fyrir. Hvað étur kötturinn? Hvað étur kötturinn? Hvað étur kötturinn? Bölverkötturinn étur allt. Bakkabræður héldu nú heimleiðis og veldu vöngum yfir sem maðurinn hafði sagt. Gísli Eiríkur Helgi, bölvaður kötturinn étur allt og hann bróður minn líka. Gísli Eiríkur Helgi, já, bölvaður kötturinn étur allt og hann bróður minn líka. Einmitt, Gísli Eiríkur Helgi, bölvaður kötturinn étur allt og hann bróður minn líka. Hendur þetta hver aftur öðrum og dauðskjálfta er því ekki vildi eiga það að hættu að kötturinn kýsa gætti sér á þeim sjálfum. Voru þeir fljótir að losast við köttinn og græddu lítið á kattarkaupum. Þú mátt eiga kattarkvikindið. Þú mátt eiga kattarkvikindið. Þú mátt eiga kattarkvikindið. Grettir
aðstoðarpresti að Bakka. Þeir bræður voru heima og bjóða biskupi upp á drykk. Hér sé Guð. Má bjóða gestunum sæti? Má bjóða gestunum upp á rjóma? Má bjóða gestunum upp á rjóma? Má bjóða gestunum upp á rjóma? Já takk, við ferðalangarnir erum sárþyrstir. Mjög þyrstir. Bakkabræður áttu ekkert betra ílátt en nýtt næturgagn færðu þeir til biskupi til rjóma og drekka úr nýjum koppi. Ómögulega nei takk. Ómögulega nei takk. Gísli Eiríkur Helgi, hann vill ekki drekka rjóman hér á Bakka, drekki hann þá hland. Gísli Eiríkur Helgi, hann vill ekki drekka rjóman hér á Bakka, drekki hann þá hland. Gísli Eiríkur Helgi, hann vill ekki drekka rjóman hér á Bakka, drekki hann þá hland. Þeir Bakkabræður hefur oft verið sektaðir og ósköp hollir þá að fara enn oftar í heitt fótabað en af því að þeir höfðu ekki nóg eldi í heimili nenntu þeir ekki hita vatn til þess. Einu sinni vildi svo vel til að þeir rákust á laugi eða hveraferð sinni. Hún hugsaði sér gott í glóðarinnar að þeir skyldu að heita fótalögar fyrir ekki neitt. Tóku því á sig skó og sokka, settust hver hjá öðrum kringum hverinn og höfðu fæturnar ofan í. Þegar þeir fóru að gæta að, þekkti enginn þeirra sína fætur frá hinna. Sátu þeir, bræðurnir voru alveg ráðþrota, þeir þorðu ekki að hreyfa sig, þeir vissi ekki nema eða kynnu að riglast og taka hvers annars fætur. Sátu þeir svona þangað til að baka ferðamanni. Góði maður, geturðu komið að hjálpa okkur? Viltu hjálpa okkur að þekki sundra okkur fæturna? Við vitum ekki hver á hvaða fót. Góði maður, geturðu hjálpa okkur? Við vitum ekki hver á hvaða fót. Góði maður, viltu koma að hjálpa okkur? Við vitum ekki hver á hvaða fót. Alveg sjálfsagt. Þú átt þenn fót og 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 þú átt þenn fót. Bakkabræður fóru einu sinni sem oftar út á sjó að veiða fisk. Þoka skall á og áttu þeir erfitt með að rata að landi, kom þá hrafn, fljúgandi og sveimaði í kringum bátinn. Komum með mér, ég skal fylgja ykkur heim. Fuglinn flýgur á landi og við skulum elta hann. Fuglinn flýgur á landi og við skulum elta hann. Fuglinn flýgur á landi, við skulum elta hann. Þeir eru á eftir fuglinum. Hefur ekkert til þeirra spurt síðan. Og hún hreyfir vængina og við stelum
upp á kantun opnar nef, með kuldafótt og hver, enga mat og vatn í fær. Kallar hún á krakka hér. Hvornig þú vita mér, ég bara getur fyrir kýr. Í botnin eftir fæ, áðan bara mættum sæ, út í kunnar og ég frýs. Dansum fugladansinn, dýrum gefum brauð. Látum fugladansinn á frera landsins, ekki líða nauð. Kæru gestir, nú ætlum við, nemendur í 5. bekk, að sýna ykkur leikritið okkar Grámann í Garðshorni, sem byggt af þjóðsögu Jóns Árnasonar í leikritagerð Þórunnar Pálsdóttur. Góða skemmtun. Einu sinni voru kóngur og drottning í ríki sínu. Og karlakerling í koti sínu. Kóngur var auðugur mjög, en ekki átti hann nema eina dóttur barna og bjó hún í veglegri skemmu með meyjum sínum. Karlinn var fátækur, hann átti ekkert barn, en hafði viðurværi sitt og kærlu sinni af einni kú sem þau áttu. Sæl og blessuð. Sæll og blessaður. Hverjulega prestur notaði messu í dag? Hvað sagði hann? Jú, í dag var gott að er pressins. Hann sagði að sá sem gæfi, þetta var 1000-falt tilbaka. Þetta finnst mér fullt djúpt tekið í ormi. Presturinn getur varla hafa sagt þetta. Og vissi hann þetta blessaður. Þú hefur ekki tekið rétt eftir, það kemur ekki á óvart. Hann sagði þetta upp á æru trú að sá sem gæfi, þetta var 1000-falt tilbaka. Sveiarkall, ég trúi þér ekki baun. Allir hafi bara sagt. Sæll er að gefa að þykja. Það stendur Biblíunni, það veit ég. Þetta sagði hann, ég fer ekki ofan því. Tekur karlinn sig til, fær sér fjölda manna og byggir sér fjós fyrir 1000 kýr. Nú skal ég segja fréttir fyrir. Ég er búinn að ráða 100 manns til að byggja nýtt fjós. Vísjós næstur, hvað ertu að segja? Ég ætla að byggja nýtt fjós fyrir 1000 kýr. Já, en við erum bláfátæk. Með hverju? Ef að borga vinnumönnunum. Þeir fá sín laun þegar búreksturinn er komið á fullt skrið. Já,
Teymir kona sína. Sæl og blessuð. Skjalda mín lífið á túnni. Ég að hugsa að gefa þér hana. Nú, ég held að það var ekki bara eina kú. Er einhver ástæða fyrir gjafmyndin þinni? Nú mikil ósköp. Í kirkjunni daginn talaði hún gjafmyndi og fyrirheiti og sagði að sá sem gæfi þetta var 1000-falt tilbaka. Nú ætla ég vona að blessaða presturinn sem maður sína orða og sína gjafmyndi. Mikil ósköp er að heyra þetta. Þú hefur ekki tekið þér eftir, kallinn minn. Ég hef aldrei sagt þetta. Farðu nú aftur með hennar skjöldina. Þú getur mist allan litin hans ferðalagi. Já, en presturinn. Ekkert enn, snautaðu burt. Ég á enga 1000 ký. Blessaður sæll. Taktu nú betur eftir næst þegar þú kemur í messu til mín. Komdu skjaldið minn, þetta ætlar að vera þrautagangur og okkur. Ekki er að við þess að neins. Karlinn heldur nú áfram göngu sinni, Teymir kúna eftir sér og þykir ferðina orðin í. Á leiðinni gerir á hann norðan bylur með frosti, svo hann villist og sér nú ekki annað en hann verður sjálfur missa kúna og líklegast verða úti sjálfur og þannig deyja drottni sínum. Hér slíku veðri með eina kú í eftirdragi. Blessaður sæll. Ég ætla að gefa ykkur hana sem getur launum mér 1000-falt. Ég viss hún missir kúna og lifir þetta sjálfur ekki af. Er því miklu betur kall minn að láta mig fá kúna fyrir sakir sem ég ber. Hvað er segnum? Kjöt og bein. Þú getur vel komist áfram eða þar með hann. Láttu það svo vera. Ég seg kjötið, taktu upp beinið. Þeir eru glóðsartir eftir þú börn. Takk fyrir, þú munt ekki sjá eftir þessu. Gangið vel. Sæl og blessuð. Hér er ég og með fullan poka af kjöti. Guðmundur og gjafmyndir maður gaf mér allt þetta kjöt sem var skjöldu okkar. Þetta voru ekki góð skipti. Elsku skjölda, ég sagt það svo. Hættu þessu væli þessi. Settu potinu maður. Þeir eru glóðsartir. Nú sjóðu þetta fína kjöt. Þið verða að sjóða eitthvað annað en mig. Hvað er það? Þvílík heimska! Þú hefur búið að gefa frá okkur þann eina björgagrip sem við áttum og þar á ofan hefur bætt okkur heilum manni til að bæta. Maðurinn sagði að í pokanum var kjöt og bein. Ekki gruna mér og lifandi manneska í sefnum. Þú ert alltaf eitur okkar, lætur alla plata þig. Þau eru út um okkur. Svona. Hætti að rífast þetta. Ég skal fara á stúfana og gá hvort ég get ekki útvegað ykkur eitthvað að éta. Ekki getið þið lifað á nöldrinu. Stekkur nú grámann út í myrkrið og kemur bráðum aftur með gamlan og feitan sauð og bað þau að skera hann til matreiða. Hér er ég komið með heilan sauð handa ykkur. Ég vona að þú hafir ekki stolið sauðnum. Hafið ekki ágjörð því, njótið þess að hafa nóg að borða. Kærar þakkir. Lifðu þau nú glatt í koti sínu á meðan sauðurinn entist og undir eins og hann kláraðist, sótti grámann annan, svo en þriðja, fjórða og svo fimmta. Þótti nú karli og kærlingum mjög vænt grámann fyrir aðdrættir hans og lifði í allsnægtu á tómu sauðakjöti. Nú víkur sauðin heim í Kóngsgarð. Hvar varstu hjörðinni? Hann fer nú til konungs. Sauðamaður biður áheyrn eða hátíð. Hleyptu honum inn, skal gert eða hátíð. Hvað er þér á höndum? Það er 5 sauð sem áfram horfið að hjörðinni eða hátíð. Hvað er að heyra? Hver hefur tekið þá? Það hef ég nú ekki hugmynd um, það hljóta verið þjófar hér í nágranninu.
Já, við þurfum að komast að því hver þessi bíræfni þjófur er. Fyrst og fremst þurfum að komast að því hver er nýfluttur í sveitina. Þá komumst við á sporið. Því engum myndi detta í hug að stela frá mér, sjálfum konunginum sjálfum. Fór þá kóngur að rannsaka hvort nokkur maður var nýfluttur í sveitina og komst að því að endanum að maður var nýkominn til Karls og Kerlingar í Garðshorn sem enginn vissi nein deili á. Gerir hann þá boð eftir manninum að finna sig upp í konungsgarði. Grámann brá við og fór en Karl og Kerling urðu dauðhrædd að nú myndu þau missa hann Bjargvætt sinn því hann myndi vera hengdur fyrir þjófnað. Grámann í Garðshorni biður áheyrn eða hátíð. Láttu hann koma. Það er gert eða hátíð. Hefur þú stolið 5 sauðum frá mér? Þeir hafa smám saman horfið úr hjörð minni. Já, herra, það gerði ég. Ég stal þessum sauðum. Og hvers vegna stalstu sauðunum? Af því að Karl og Kerling í Garðshorni eru vita bjargarlaus og hafa ekki neitt til að éta og ekki neitt til að neinu. En þú, konungur, hefur alls nægtir. Þú ert miklu meira en þú þarft á að halda. Þú ert miklu meira en á sauðum. Já, nú er ég nú aldeilis hissa. Er það þín eina og besta list að stela? Ég segi það nú ekki. Já, ég skal gefa þér upp sökina ef þú stelur í nótt lökunum og rúmið mínu undan mér og drottningu minni. En ef þér mistekst, skaltu vægðarlaust verða hengdur. Þetta getur enginn. Hvernig á ég fara því að komast inn í kóngsgarðinn? Já, það skaltu segja þér sjálfur, en líf þitt liggur við. Fer nú Grámann heim í Garðshorn, þykjast þau Karl og Kerling hafa hengt hann úr helju og fagna honum vel. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Mikið gott að sjá þig. Nú skaltu sjóða graut og hafa hann í þykkara lagi. Hafðu svo lok á fötinni svo að grauturinn haldist heitur. Ég þarf að fara með grautinn í kóngsgarð. Það skal ég gera. Kerling lætur hann hafa grautinn og gengur hann svo með fötina heim í kóngsgarð. Hann laumast óséður inn í konungsgarðinn og felur sig síðan í einhverju skúmaskoti. Hvað er þetta? Þú hefur gert í rúmi, elskan mín. Heldur þú að ég hafi bleikt rúmið? Ó nei, það hefur þú gert. Það gerði ég ekki, það varst þú, elskan. Jæja, við skulum ekki vera að kýta þetta meira. Ég þarf að fara að sofa, það er ríkisráðsfundur á morgun. Tökum lökin bara úr rúminu, við getum vel sofið í rúminu án þeirra. Morgun eftir, þegar kóngur og drottning vakna, sjá þau að lökin eru horfin. Áttaði kóngur sig á því þá að Grámann muni hafa stolið þeim. Gerir hann boð eftir Grámanni. Grámann í Garðshorni biður áheyrn eða hátíð. Láttu hann koma, skal gert eða hátíð. Stalst þú lökunum úr rúmi mínu undan mér og drottningu minni? Já, herra. Ég varð að bjarga lífi mínu. Já, ég skal gefa þér upp allar þínar sakir ef þú stelur í nótt okkur báðum
mér og drottningu minni. Þetta getur enginn maður. Já, það getur nú sagt þér sjálfur, en líf þitt liggur við. Hvað er þetta? Guðsjóðsmestur, þetta er engill, þetta er Gabriel erkiengill. Miskunn að þú okkur kæri erkiengill, viltu fyrirgefa mér fyrir allar mínar syndir. Ég lofa að verða réttlátur og góður kóngur. Miskunn. Ég skal fyrirgefa ykkur allar ykkar syndir, en þó með einu skilyrði. Við skulum gera hvað sem er. Þið eigið að fara ofan í pokann sem er á gólfinu. Það er alveg sjálfsagt. Hvers vegna bindur þú fyrir? Ég er enginn engill, kóngur minn, heldur er ég kunningi þinn, Grámann í Garðshorni. Óþokkinn, hvernig vogarðu þér? Nú er ég búinn að stela þér og drottningu þinni og ég skal fyrirgefa ykkur syndir ykkar með því að drepa ykkur bæði nema þú veitir mér undir eins eina bón sem ég ætla að biðja þig um. Gerðu það sem hann biður um, ég er að kafna. Já, ég lofa því upp á æru og trú. Ég skal gefa þér hvað sem er. Hleyptu okkur bara út! Bón minn er sú að þú gefur mig dóttur þína og hálft kóngsríkið og leyfir mér að hafa karlinn og kerlinguna í Garðshorni hjá mér. Já, ég verð að efna lofur mitt. Ég skal gefa þér dóttur mína og hálft kóngsríkið. Grámann fer nú niður í Garðshorn og hittir karl og kerlingu og segir þeim frá öllu því sem á hans dagar hefur drifið. Hann segir þeim að dybba sig upp og búi sig til brottferðar. Grámann fór með karl og kerlingu upp í konungsgarð og þar var hann vel tekinn. Tilkynni komu Grámann í Garðshorni og fylgdarliði hans í það hátíð. Já, velkomin í Kóngsgarð, Grámann. Þetta er kóngsdóttirinn sem ég lofa þér og núna er bara að vita hvort kærir sig þig. Viltu giftast mér? Ég veit það nú ekki, þú ert bara eitthvað sveitalöfi. Kóngur, drottning og fagra kóngsdóttir. Ég heiti ekki Grámann, heldur Hinrik og ég er sonur nágrannakóngsins. Ég heyrði það að karlinn hefði sagt eitthvað á þá leið að sá sem gæfi myndi fá 1000-falt tilbaka. Ég ákvað með sjálfum mér að láta þau orð rætast. Nú vona ég að karlinn sé búinn að fá kúna sína 1000-falt borgaða. Ég vil ganga eiga þig. Þá lýsi ég því yfir að þið er nóg. Lifði Grámann
síðan lengi og vel með drottningu sinni og tók við ríkinu öllu eftir kóngsins stað og stýrði því með snilld og prýði til elli. En karl og kerling voru hjá honum til dauðadags í góðu yfirlæti. Ágætu gestir, nú komið að því sem síðast en ekki síst. Við nemendur í 7. og 7. bekk ætlum að sýna ykkur leikritið Þrautirnar 3 eftir Grímu Kristjánsdóttur og Guðmund Lúðvík Þorvaldsson. Góða skemmtun. Einu sinni fyrir langa Hey, byrja á þessu. Langa löngu voru kóngur og drottning í ríki sínu. Þau áttust við þann draum að eignast dreng. Já, með draum. Já, ég veit þú ert barn. Ekki bara barn, dreng. Já, einmitt dreng, að ég segja svo litið. Já, hvað? Ég er ólétt. Er það strákur? Það er ekki eins og ég komist í sónar að þessa röð. Svo kom að því að dronginn var léttari. Hefurðu grænst? Ekki þannig, ég er að fara að eignast barnið. Yes! Og drottningin fæddi. Við verðum að reyna einu sinni. Nokkru síðar var dronningin aftur ólétt. Koma svo, strákur, strákur, strákur. Það er prins. Yes! Sessa. Nei! Við verðum að reyna einu. Aftur var dronningin ófrísk og að því að þetta er ævintýri, þá tókst það í 3. skipti. Það er stúlka. Ha? Já, nei, sorry, það er strákur. Strákur.
tók svo dafnaði og var hinn myndarlegasti, nei, dásamlegasti, nei, fallegasti. Ég veit ekki, hann var prins. Hvað með okkur? Já, hvað var um okkur? Erum við ekkert með í þessari sögu? Jú, bíðið bara aðeins. Mér finnst þetta vera ansi mikið misjætt í þessari sögu. Hvar er jafnréttið? Sagan er ekki búin. Slaki á. Farið bara að fá ykkur kaffi eða eitthvað. En við drekkum ekki kaffi. Te þá, fáðu ykkur te eða vatnsglas. Getum við haldið áfram með söguna? Hvað var það? Já, drengurinn var hinn myndarlegasti prins og skorti hann aldrei neitt. Á meðan hann fikk allt, fengu systur hans ekki neitt og eru sendar að heiman mjög ungar. En þegar þær eru gamlar, ekki alveg svona gamlar, yngri en þetta, 40. Getur verið nákvæmari? Bara 40 ára. Það er nú ekki gaman. Þetta var náttúrulega fyrir langa löngu. Já, við náðum því. Allavega, þegar þau eru eldri, fóru þær að fikta við galdra. Ég er miklu betra galdra en þú. Ég er samt miklu betri manneskja en þú. Eiginlega ekki, sko. Jú, sko. Sannaðu það þá. Ok, ekkert mál. Á sömu stundu var bróðir þeirra að gangi í skoðunum á sama stofu systurnar sem hann þekkti ekki neitt af því að þær voru sendar heiman og hann þekkti þær heldur ekki neitt og þær þekkti hann heldur ekki neitt af því að þær heldur síðan. Getum við haldið áfram með söguna? Já, prinsinn kom labbandi. Góðan daginn, gamli konur. Við erum ekki gamlar. Við erum 40. Já, góðan daginn, konur. Ekki betra. Heyrðu, þú ert heppinn því ég er í góðu skapi og er hér í smá veðmáli. Þá ætla ég að bjóða þér 3 óskir. 3 óskir? Jöpp. Nei, takk. Hvað meinarðu nei, takk? Við bara skortir ekki bönni. Ég hef alltaf okkur gott boð. Viltu bara ég gefum öðrum þetta? Nei, þú tekur bara við þessu. Nei, takk. Þá neyðist ég bara til þess að breyta þér í frosk. Nei, þú ekki gera það. Akkur ekki? Þú þarf að vera góð. Þá breyti ég bara galdrinum og læti vera með froskaða lappir. Þá sveiflaði hún töfraprikinu og sagði: Alakasam! Alakasam, enn frumlegt, svaka skemmtilegt. Vilt þú vera sömaður eða? Ég var alltaf betri en þú. Vó, þetta er óþarfi. Hvaða frumlega galdur eru þú með? Ég veit ekki, Avakadabra? Flott, fínt, mér sama. Þá sveiflaði hún töfraprikinu og sagði: Abrakadabra! Þá hvarf prinsinn á bak við runna og þegar hann kom aftur var hann með froskalappir. Jæja. Þú getur ekki haft manni svona. Akkur ekki, hann móðgaði mig. Þú ert agaleg. Heyrðu félagi, ég er með smá hugmynd hvernig þetta að berga þessu. Hvernig? Ég ætla að leggja fyrir 3 þrautir og ef þú leysir það losnast úr álögunum. Hvernig þrautir? Gjörðu svo vel, gjörðu það. Þú bara lest þetta og leysir það koll af kolli. Já, einmitt, ég ætti að geta það. Systurnar hurfu og prinsinn gekk á stað. Nei, hann hoppaði eins og froskur þangað til hann kom að stórum turni. Í turninum var ung stúlka. Hjálp! Bíddu. Hjálp! Ég læst inn í þessum turni og kemst ekki út. Geturðu hjálpað mér? Ég er eiginlega smá upptekinn. Garðabróða. Hvað það er lágt? Nú, hvað er til að gera? Ég er fastur í álum og ég þarf að byrja garðabróðir. Ég heiti Garðabróða. Já, einmitt. Ha? Heitir í alvörunni Garðabróða? Það var það þú sem ég á að finna. Já, örugglega. En ég er ekki með leikir. Hvernig er það upptæðins? Ég er með mjög sítt hár. Ég get kastað til þín fléttu. Garðabróða lætur fléttin svona út gluggann þangað til hann nær jörð. Hvað var ég að gera með þetta? Klifraðu. Új, þetta er rosalega skreitt. Strífur ekki hálið. Hvernig ætti ég að gera það? Ég er ekki með sturti hérna uppi. Þetta er svo skreitt. Þið verður gripið. Bittu utan þig. Ég skal toga þau upp. Ég get það ekki. Þetta er svo óhreint hár. Það er óhreint á bukunni.
Nú býttu, fannstu lykilinn eða? Nei, það var bara skæri. Heyrðu, ég er skæri í vasanum. Frábært. Er þetta einhver 10 cm? Ha, jú, af hverju? Nei, veistu hvað ég lengi að safna þessu hári? Hálfvitinn þinn! Vertu sæl. Nei, ekki fara, þú ert kannski ekki hálfviti. Hann gekk af stað. Hann hoppaði. Já, hoppaði. Aftur af stað inn í skóginn. Heyrðu prins? Ég? Já, þú. Er einhver annar prinsina? Hvað stendur á þessu blaði hjá þér? Veistu hvað þú átt að gera næst? Nei, ég var ekki búin að lesa. Já, þú verður að vita það. Veist þú það ekki? Nei, hvernig ég veit það? Er þetta ekki þú sem ert að skrifa þessu sögu? Jú, en systurinn skrifaði þetta blaða. Hvað er þetta? Hvað stendur? Segðu bara. Það stendur að ég að finna úlfsjarta. Ha? Hvernig á ég að fara því? Þangað til hann kom að litlu húsi. Þar gekk hann inn. Halló, er einhver heima? Já, ég. Amma er heima. Hvað get ég gert fyrir þig? Komdu sæl, ég er að leita að úlfi. Það er engin úlfur hér. Nei, ok, það er ekki að öskra svona. Ég heyri vel í þér. Fyrirgeðu, ég er bara svo lasin að ég missi stundum stjórn á mér. Allt í lagi. En af hverju ertu svona loðin í fram? Ég hef bara ekki náð að raka mig lengi. En af hverju ertu með svona langt trýni? Það er svo ég auðvitað með að finna lyktin af mér. Ok, creepy. En af hverju ertu með svona beittar tennur? Svo ég auðvitað með að ég tali! Hver er það? Það er bara ég, Rauðhetta. Komdu inn, gæskan. Hæ, amma. Þú ert eitthvað svo einkennileg. Hefurðu fitnað? Hvers konar spurning er þetta eiginlega? Svona spyrðu ekki gamla konu. Ég var bara að klára hádægismatinn. En amma, af hverju ertu með svona stór augu? Það er svo ég auðvitað með að sjá þig, gæskan. En amma, af hverju ertu með svona stór eyru? Það er svo ég heyri betur í þig. Af hverju ertu með svona stóra bólu? Bólu? Ha, hvar? Þetta er hrikalegt! Oj! En amma, af hverju ertu með svona stóran munn? Það er svo ég auðvitað með að éta þig! Já, ég. Amma. Vola talar skringilega. Ertu kvefuð? Já, það er einmitt það sem er að hvef. Þú hefur breyst. Ég veit að það er ekki búin að sjá þig í langan tíma, en þú hefur breyst mjög mikið. Það gera þessi veikindi. Engin veikindi fara svo illa með mann. Geturðu sannað að þú sért amma? Auðvitað er ég amma. Húfan, kjúklinn, amma. Þú ert úlfurinn. Og hvað ætlað þú að gera í því? Ég ætla að skjóta þig. Með veiðistöng. Býtu hérna. Ekki sjans! Segðu konunni minni að ég elska. Er eitthvað þarna inn í úlfinum? Takk fyrir. Hver er þú? Ég er prins og mig vantar hjarta. Ertu hjartalaus? Nei, ekki þannig. Takk fyrir.
Prinsinn heldur áfram leið sinni. Les síðasta verkefni. Dvergshúfa. Hvað er þetta með dvergshúfu? Ég er svangur. Ég er með stýru. Ég er glaður. Ég er kvefaður. Og ég er bjartur. Hæ? Hvað, varum við ekki að kynna okkur og segja hvað við heitum? Nei, hvað meinar þú? Bíddu, þú ert búin að vera hérna hjá okkur í marga vikur og ert ekki enn búin að læra nöfnin okkar. Já, hérst í alveg að getum pirraður, svangur, flottur og stýru. Ha, nei. Ég veit það ekki. Já. Á ég ekki bara að baka pönnukökur? Jú. Vá, hvað varst fljóta þessu? Já, vá, hvernig fórstu að þessu? Ég bara skratta hans á klósettið. Haltu bara áfram. Þið megið ráða hvað gerist næst. Já, hvernig fórstu að því? Hvað er þetta ekki ævintýri? Ég tala líka við fugla út í skógi og enginn segir neitt við því. Svo er fljóta að baka pönnukökur og allir bara bófæri í gangi hérna. Wow, ég er ekki endur. Vil ekki allir pönnukökur? Jú, ég vil. Já, við hefum bara getið skipt hennar milli okkar. Af hverju sögðu þið það ekki strax? Ég vildi bara leysa vandamálið. Þeir eru alltaf að rífast. Hei, gerðu eitthvað. Ég? Já, þú. Ert þú ekki prins? Er þeir ekki alltaf að bjarga málunum? Hæ? Æ, þú veist, konungbúri maður bjarga hjálparlausum konum og hremmingum. Þetta típiska Disney-ævintýri. Hæ? Ætlar að bjarga henni eða ekki? Hvað? Ég kann það ekkert. Þarf maður að gera allt hérna? Vá, þetta var rosalegt. Já, vel gert, Teitur. Er ekki allir lagið eða fínt? Jú, ég held það. Þetta fengstu fyrir að borða síðustu pönnukökuna. Já, hvað er það að gera hérna? Mér datt í huga ég geti fundið dálítið hér. Hvað er það? Dvergshúfu. Voru ekki mína? Ekki mína. Og gerði það, ég er fastur í álöfum og verð að losna úr þeim. Það er mjög þreytt að hoppa svona um. Fyrir utan hvað þessi fætur eru eitthvað slímuð og ógeðsluð. Ég fann einhverja gamla dvergshúfu ofan í skúffu hérna í gær. Getur hann ekki bara fengið hana? Jú, ég held það. Frábært, takk kærlega. Yes, ég er komið með allt. Já, prinsinn kom með allt og hélt sér leið, hoppandi. Og gekk lengi, 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 lengi. Ertu ekki að grínast? Jú, hann gekk tilbaka til systrana.
Já, ég er komin með allt. Hvað er þetta? Lokkur úr hári Garðabrúðu, úlfshjarta og dvergsúfa. Hvað mennur með lokkur úr hári Garðabrúðu og hvað aumingans úlfur er hjartalaus núna? Já, og Geirkort og Úlfur styrir húfum að dvergum. Það stóð að ég ætti að finna þetta fyrir ykkur. 10 cm af Garðabrúðu, úlfshjarta og dvergsúfu. Þetta er allt plöntur. Garðabrúða vex svona á jörðinni, svona skriður. Úlfshjarta er ávöxtur, svartur ávöxtur sem veist hátt upp í þyrnitrjá. Og dvergsúfa er sveppur, grænn sveppur sem veist innst inn í hellum. Veistu ekkert? Já, einmitt. Gastu ekki sagt það strax? Systurna horfðu vantrúar á bróður sinn. Ha? Bróður sinn? Er hann bróðir okkar? Já, vissu það ekki? Nei. Býtu, að segja mér, þetta er ekkert að fylgjast með þegar ég skrifa allt hérna og taka allt fram. Og af hverju lagðir þú þá í álög? Því hann var með stæla við mig og svo skrifaðir þú þessa sögu. Ertu að segja mér að þessi vanþakkláti, degraði prins sé bróðir okkar? Þessi litlu sæti sem við fengum aldrei að halda á. Já, þessi sem var til okkur verið að dót, af því að við vorum stelpur. Já. Rólegur, ég hefði ekkert með það að gera. Ég var bara barn. Þú ert frekar stóð núna og ég verð að segja að þú ert frekar vanþakklátur, óþolandi, veist ekkert og tekur enga ábyrgð á neinu. Hei, bíð aðeins, á ég ekki enda þessu 3 óskir? Nei, þú vildir það ekki. Jú, það stendur á galdralaunum. Ef maður býður einhverjum 3 óskir, þá verður maður að standa við það, sama hvað. Þú varst að finna upp á þessu. Kannski, en ég er líka höfundurinn hérna. Ég má það. Jæja, þá óska ég þess að ég fái aftur mínar eðlilu fætur. Alveg baka. Hvað á ég að nota síðustu óskirnar í? Sögumar, einhverja hugmyndir? Nei, ég veit það ekki. Einhver annar með hugmynd? Enginn vissi neitt og enginn óskaði sér neins. Allir voru ringlaðir og gátu ekkert hugsað. Köttur út í mýri, settum á sig steyri, úti er ævintýri. Enginn mótmælti nýja höfundi, sagan var búin.